Ég held að umræðefni borgarbúa nú þegar hillir undir borgarstjórnarkosningar sé öðrum fremur umferðin á götunum, bílastæði eða skortur á þeim og í dag flutti Mogginn okkur fréttum ástand gatna væri alvarlegt og við urðum vör við það við sem ókum Ártúnsbrekkuna í gær í töluverðu vatnsviðri að þar var eiginlega bara hættulegt að fara og þannig að samgöngumál virðast ætla að verða eitt af kosningamálunum og hann kominn hingað hann Runólfur Ólafsson hjá FIB. Vertu velkominn Runólfur. Já, takk. Það vill þannig til að þú ert að koma hér í fyrsta skipti, ekki satt? Jú. Já. Ánægilegt að fá að koma og taka þátt í þessu starfi ykkar. Já, takk fyrir. Gaman að fá þig. Ef að byrja á því að ræða aðeins bílastæðin eða skort á þeim. Já. Sko, hún gengur svo tölfræði mann á millum að það fjölgi 70 bíla í viku hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þá 280 í mánuði sinnum 12. Þetta er ansi mikil fjölgun. Og á sama tíma þá hefur nú ekki verið að fjölga bílastæðum, það frekar að þeim að verið að fækka hefur manni sýnst og þau eru gjaldskyld mörg hver sem áður var frítt í og svona, myndir þú segja, ég veit að þú tekur ekki þátt í pólitík en myndir þú segja að þetta væri svona eitt helsta verkefni borgaryfirvalda að bregðast við þessu? Já, þetta hefur skapað því miður á sumum svæðum ófremdar ástand og við sjáum til að mynda það sem þið eru staðsett með þessa sjónvarpsstöð og útvarpsstöð að þá eru nýbyggingaframkvæmdir hérna í hverfinu og það er gert ráð fyrir 0,4 bílastæðum á íbúð. Ég hef nú ekki alveg kynnst þessu stæði sem að ber 0,4% bíl en það er annað mál. En það þýðir að það verður bara meiri aðsókn í stæði í umhverfinu og þá lenda fleiri í vandræðum. Bara séð þessi áhrif, þessi ruðningsáhrif sem hafa orðið þegar Reykjavíkurborg svolítið hefur leitt þessa þróun og það hefur verið að fjölga gjaldtökustæðum, það er búið að ýta gjaldtökusvæðinu yfir að Hofsvallagötu í Vesturbæinum. Það er búið að lengja tíman fyrir örfáum árum þá var ekki tekið gjald eftir klukkan 12 á laugardögum og yfir helgina og þetta þýðir síðan að fólki sem er vestan Hofsvallagötu til dæmis, það er allir komið í vandræði með sín bílastæði því að fólki austan við er að leita sér að svæðum á þess að þurfa kannski endilega að vera að borga í gjaldstæði og þetta er kannski ekki endilega út á það sem var út frá því sem var frágengið áður, hvernig aðkoman var, þetta er þröngt fyrir, þannig að það bara versnar ástandið. Síðan sjáum við það að það hafa farið að stað einkafyrirtæki sem eru að setja upp gjaldstæði hér og þar borgina og all land og við höfum séð svona kynningabæklingar frá þessum fyrirtækjum sem þau labba með í fyrirtæki og þar stendur að bílastæði séu vannýtt auðlind og þetta ég taka gjald fyrir þetta. Vannýtt auðlind? Já, og þetta er bara markaðsstarf og menn sjá greinilega, en það hefur verið mikil þensla og vöxtur hjá þessum fyrirtækjum á bara örskömmum tíma og svo er orðið þannig á sömu svæðum, til dæmis í kringum þar sem að FIB er með skrifstofur við Skúlagötuna, þar hafa fyrirtæki og opinberir aðilar neyðst að eigin sögn að fara út í gjaldskyldu af því að annars af því það er gjaldskylda allt í kring og annars verður þetta flæði inn í þessi stæði sem án gjalds og það er einhvern veginn að setja upp gjaldskyldu hvar sem er án þess að fá tilskilin leyfi eða annað, þú þarft ekki einu svona tilkynna þetta og svo erum við með einhverjum opinber aðila eins og til dæmis Neytendastofu sem á að hafa eftirlit með því að merkingar og annað og gjaldtaka sé í samræmi við svona allan ákveðna siðsemi í viðskiptum. Þessi fyrirtæki hafa öll fengið á sig ákúrur. FIB sendi inn kæru til Neytendastofu, það hafi ekki verið í apríl 2024
rúmu ári seinna kom niðurstaða þar sem öll þessi fyrirtæki voru sökuð það að vera með ófullnægjandi merkingar hérna á höfuðborgarsvæðinu og líka Isavia kringum innanlandsflugið. Þeim var gert að greiða einhverja sektir upp á 500.000 til 1 milljón. Öll gerða utan ríkis fyrirtæki Isavia sem að áfríaði og síðan fengu þeir aðeins 2 mánuðum seinna fengu þeir líka á sig sekt vegna stæðana upp á Keflavíkurvelli og þeir áfríði því líka. Þeir endar fengu ansi góða auglýsingu í áramótasköpinu og við höfum bent á það að þessi freklega framganga ríkisfyrirtækisins þeir hunsa það að borga allan þessar litlu sektir sem á það voru settir að því að þeir taka inn í tekjur á 2 klukkutímum þar sem að þeir voru sektaður Einmitt. Þannig að þetta er orðið svona einhver bara því miður og við sjáum það núna, fólk getur ekki lengur almennilega sem hefur aðeins minna á milli handana heimsótt náttúruperlurnar okkar að því að það er allstað að koma með bílastæðagjöld og það er alveg sama hvort það sé eitthvað þjónust á svæðinu ekki, það er bara sama gjaldið og það þarf enginn að sækja leyfi virðist þeirra og við erum líka gagnrýnt það eins og í þessum vexti bílastæðagjalda út all land að þá hafa fyrirtæki verið mynduð og það er öflug ferðaþjónustu fyrirtæki sem er að bjóða í landaregni þar sem er von á miklum fjölda túrista. Það nægir að einhver erlend poppstjarna komi og fara á svæði þá verður þetta að svona einhverjum mjög ákjásulegum stað til að heimsækja og verðlagið í kring hækkar en þessi staðir hafa notið þess á liðnum árum að fá sterka og mikla og styrki frá hinu opinbera úr náttúruverndarsjóðum til uppbyggingar á innviðum til að auka öryggi ferðamanna. Eitt skilyrði fyrir styrkveitingun er að ekki setja ekki gjald fyrir aðkomuna. Þá fara menn á bakvið þetta og búa til einhver bílastæð og segja það sé bara bílastæðagjald og þjónusta við það. Og við sjáum bara eins og við Seljalandsfoss að það er fyrirtæki sem er að velta tæplega 400 milljónum samkvæmt ársreikningu 2024 og af því er hagnaður 280 milljónir og það fer ekki króna þessu til sveitafélagsins. Þannig að þetta er orðið svona einhver svona svolítið gullgrafaræði því miður og fær að ganga alveg án eftirlits. Ég ætla bara aðeins að byrja að blaka af núverandi atvinnuvegaráðherra sem var fyrir því annarkvort sjálf eða einhver nákominni að fá vangreiðslugjald vegna þess að það var verið að heimsækja Kirkjufell fyrir vestan og þá fór í gang einhver vinna, spretthópur sem fór að stað í lok ágúst í fyrra. Hann er reyndar ekki enn búinn að skila. Þannig að það er ekki 200 metra hlaup. Það er ekki hraðið sem sprettir sem sögur fór á. Nei, en það er allan eitthvað í gangi og ég veit að Neytendastofa sem hefur kannski líka skorta aðeins heimildir sé svipuð vandamál í nágrannalöndum okkar og þar eru menn að gera einhverjar ráðstafanir með að auka neytendavernd og svo framvegis. Sem dæmi svo þegar þetta gerðist með fyrirtækin hérna í sumarið í fyrra þá var ófullnægjandi merkingar. Það gerðist ekkert í merkingunum í kjölfarið. Kannski lagaðist það einhvers staðar aðeins en í flestum tilvikum héldu þau bara áfram að taka gjald á sömu forsendum. Í Noregi ef þetta gerist þá er það vegagerðin sem hefur eftirlit með þessu. Þá myndi fulltrúar vegagerðarinn að mæta, taka niður öll skilti á kostnað stæðishaldara og síðan þarf bara stæðishaldari að uppfylla kröfur það að geta sýnt fram á að þetta sé í lagi og þá er það hans kostnað sett upp aftur. Fram að því að það er búið að breyta þessu og fá tilskilin leyfi, þá er ekkert gjald á svæðinu. Og sko utan við gjaldskilduna þá bara eins og ég nefndi áðan þá hlýtur það bara að vera þannig að ef bílum fjölgar svona hratt ef það gengur ekkert hjá stjórnvöldum að breyta hegðun borgarbúa ef það gengur illa hvort sem að það er vegna þess að almenningssamgöngunar eru ekki nógu góðar eða hver sem ástæðan er til þess að breyta hegðun okkar þá verður vandinn alltaf meir og meiri því þú þarft ekki að vera að fækka
það er sko, ef sem sagt okkur, ef bílunum fjölgar svona mikið, þá hlutfallslega fækkar náttúrulega stæðunum nema þeim sér sérstaklega fjölgað. Jú. Og hún var hérna borgarstjórinn í síðustu viku og hún virti svolítið ráðalaus gagnvart þessu þegar við vorum að ræða þetta við hana. En er ekki bara bygging fleiri bílastæða húsa, liggur ekki við að við þurfum það? Ég sko auðvitað við getum ekki hafnað vandanum og nú er endar í byggingu stórt bílastæðahús við Landspítalanum. Ég skilst að það er bara einkaaðilar að reka það. En ég gælt líka varhug við því að það verði sko þessi bara hluti í okkar hegðun og að geta farið, sjáum hvernig auglýsa núna til dæmis eins og þú hefur jafnvel veitingastæði að auglýsa á höfuðborgarstæðinu. Næg bílastæði. Sumir eru farin að veigra sig við að fara niður miðbæja því að það er bæði erfitt að fá stæði og svo sumstæðir er óhófleg gjaldtaka. Og ef þú slysast þess að vera ekki með alveg rétt appið upp við, þá svífast þessi fyrirtæki einskis og senda einhverja svífurilega háar uppæðir í svo kvöldu vangreiðslugjöld. Sem áreindar að dæma ólögleg er það ekki? Já, sko, það er okkar skilningur að þetta sé ólögleg gjaldtaka og og sem betur fyrir er þarna líka fyrirtæki sem er ekki að taka vangreiðslugjöld, þeir senda bara kröfu vegna bílastæðisins og okkur skilst að heimturna þar séu nánast bara eitthvað staða 98-9% sko, þannig að það er ekki eins og fyrirtækin séu að verða fyrir því að fólk sé algjörlega að synja því að borga fyrir ykkur aðkomu og svo þetta þarf bara að setja ykkur að staðla. Það er sumstaðar er bílastæðagjald á okkur malaplani og það er engin aðstæð ekki eins og salerni eða annað. Annars staðar er kannski aðstæðan ágætt og til fyrirmyndar en það er sama gjaldið allstaðar. Það hérna sko, ég sé hérna í blaði sem að FIB gefur út að ein fyrirsögnin í frétt í nýlegu blaði hjá okkur er bílastæða græðkin er á kostnað næstu nágranna. Já. Og þá eru þið væntanlega að vísa til þéttbýlisins. Já, við erum að gera það vissulega en svo þetta með aðkomu bara almennings ef þú ferðir eins og Suðurland, þetta hefur sprottið upp eins og bara gorkulur, bílastæða gjaldtaka og ég var nú á fundi hjá ferðamálaráði daginn og þar sem fulltrúar ferðaþjónustunnar voru og samtök ferðaþjónustunnar eru svolítið kannski erfiðri stöða því að sumir af þeirra stóru félögum eru farnir að reka svona stæði og meðan aðrir eru auðvitað að sjá þessu flesti foráttu en það kom meðal fram hjá einum sem er að reka svona enga ferðaþjónustu og er með litla hópa að hann sagði sko ég líka hef verið að starfa í nágrannalöndum okkar. Við megum eiga það að við erum með í það minnsta Evrópumet ef ekki heimsmet í upphæð gjaldsins. Því að þeir eru þannig að taka 1000 krónur á hverjum stað og þú er kannski fara með fjölskylduna í fríið, þá er þetta að fara að vega þungt. Og við sjáum sem dæmi, eitt grófasta dæmi það er það að Geysi í Haukadal er jú þetta náttúruperla sem að ríkið á og viðheldur og þjónustar. Við hliðina er greiðasala, hótel og fleira sem að fjölskyldan þarna á og rekur. Það er fyrir að innheimta núna bílastæðagjald af því það er mikið aðdráttarafl þetta svæði og þeir eru boðið upp að borga hátt bílastæðagjald og svo inn í þjónustumiðstöðinni þar sem er sölubúð og veitingasala þar borgaru þú fær engan afslátt út af því að þú borgaðir í bílastæðinni hann borgar á tilboði á yfir 4.000 krónur. Förum aðeins aftur að höfuðborgarsvæðinu sko það hafa verið þrengingar, það eru upp í plönum borgarlínu og aukna þjónustu og allt það en í stöðunni er ástandið þannig er það ekki samkvæmt ykkar vitund og mælingum að umferð er alltaf að verða þéttari og þéttari. Já, held ég flesti þekkja þetta bara á eigin skinni. Það er orðið á morgnana og seinni partinn og eiginlega
allan daginn þung umferð og eins og þú bentir á aukninguna og það alveg rétt, það þarf þá að mæta því með innviða uppbyggingu og það hefur setið á hakanum og á sama tíma hafa menn líka markvist og það hefur verið ákveðin pólitík að það hefur verið dregið úr bara aðstreymi til dæmis inn á stofnbrautirnar, það hefur verið teknar hægri beigjurnar út inn á sæbrautina og víðar sko. Við erum búin að bíða ótrúlega lengi eftir því að það sé svona snjallstýring á ljósum og þetta bara búnaður sem þróaður og til í öllum nágrannaríkjum okkar og ég veit ekki hverju tekur svona langan tíma, þetta nú hluti af samgönguáætlun og strax við það að geta sett þetta í eðlilegan farveg þá erum við bæði að ávinna greiðari umferð og líka draga úr mengun og Hvort þetta ábyrgð vegagerðar eða borgaryfirvalda? Það eiginlega þessi uppsetning á ábyrgð núna, þetta sko betri samgöngur heyra undir ríkið og þar vegagerðin kemur þar að og líka auðvitað sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eiginlega þetta blönduð ábyrgð, þetta og þetta gengur þvert á flokka, það allir sem eiga einhvern veginn sæti við borðið. En ég veit ekki hvað hefur tafið þetta svona óheyrilega því að sem dæmi bara eins og niður í miðbæ þá fólk kvartar yfir því, það þessi, við þekktum þetta eins og eitthvað sem var kallað græna bylgjan, hún virðist alltaf verið til staðar og bílar alltaf að stoppa og taka stað og þetta þessar stýringar, sko gömlu stýringarna voru þannig að það voru einhverju skynjarar sem voru undir malbygginu og það byggði á því að bílinn væri á réttum stað líka við skynjarapunktinum. Í nútímanum þá þetta skynjarar og gervigreind á bakvið þetta sem sér með sér hversu margir bílar ætla að beygja, þannig að það bara alltaf stöðugt í gangi útreikningar á því hvað gerir umferðarna greiðari og þetta tryggir líka aukið öryggi og svo ef að koma gangandi þá eiga þeir forgang. Þannig að og sumstaðar auðvitað væri æskilegt kannski að aðgreina sem mest mismunandi samgöngumáta til að auka öryggi allra og þá ég að tala til og með hjólandi, gangandi og það væri víðar hægt að fara kannski án sem þurfa að vera þvera akbraut. Ég bjó fyrir 40 árum í bæjarfélagi í Svíþjóð sem að taldi ykkur að 60-70.000 manns og það var á einum staðum í bænum sem að maður þurfti að fara yfir og það var reyndar bara þjóðvegurinn í gegnum bæinn. Þar þurfti maður að fara á ljósum á reiðhjóli til þess að komast í áttina að miðbænum. Annars staðar fór maður annarkvort undir eða yfir allstaðar bara í frjálsu flæði. Og þetta voru menn búin að hugsa fyrir öllum þessum árum síðan og mun minna sveitafélag heldur en til dæmis það sveitafélag sem við erum núna stöddir í Svo ef við erum alltaf höktandi í umferðinni þá getum við kannski orðað þannig að það sé aukinn freistnivandi að nýta tíman eitthvað og taka upp síman þótt það sé ólöglegt og ég var í nema þú sért með handfrjálsambúnað og ég var í samkvæmi helgina þar sem að mjög margir lýstu svipari reynslu alltaf að þú ert fastur með beygjur til vinstri og glugginn mjög skammur sem þér ætlað, þú þarft að vera mjög vakandi fyrir því þegar gula örin kemur og taka beygjuna og það samt bara nokkri bílar sem komast að það var svona upplifun margra að það kemur ofta fyrir að sá sem fremstur í röðinni, hann sé bara í símanum fastur og það gerist ekki neitt. Þannig að þetta náttúrulega ekki, þarna ekki við þau opinbera sakast. Nei, það ósýður, algjör ósýður og stór hættulegt og málið og síminn þessi snjalltæki eru verulega friðarspilli, svo eru þessi nútíma bílar jafnvel konum með stóra skjái sem að stýritækin í og það því miður hafa verið og hafa orðið alvarlega umferðarslys tengt þessum búnaði og það fyrir 2 ára þá var ég myndið að fara yfir ástralska viðamikla rannsókn á aksturshegðun og snjalltækin eru alvarlegra vandamál varðandi hættur í umferðinni heldur en
það að misnóta lyf eða áfengi. Það er nefnilega það. Þannig að sko þetta og svo fyrirlegt sko fólk einhvern veginn gefur sér tíma þegar að stoppa rauðu ljósi til þess að fara inn á samfélagsmiðla og vera að senda skeyti sko. Sumir virðast vera að senda skeyti á sama tíma og taka beygju og ljósum. Já, og eru jafnvel akandi við þessa iðju sko. Og og eins og segi, það því miður hafa orðið banaslis hér á landi sem tengjast bara notkun á snjallsíma sko. En sko stóra málið einhvern veginn það að það gengur lítið að fækka í þeim hópi aðila sem að ákveða á morgundags að fara á eigin bíl. Já. Og hvers vegna gengur það svona illa? Ég held að megin skýringin sé kannski allt og mörg ár þá var almenningssamgöngum og uppbygging og innviðanetti sem tengist reiðhjólum og öðru því var ekki sinnt sem skildi. Það hefur orðið mikil breyting á en sem fyrir eru við með frambúða í almenningssamgöngum sem langt fyrir neðan það sem við þekkjum í svona nágrannlöndum okkar. Stundum eru menn held ég ofa horfi í það að Reykjavík sé ykkur borg og menn þurfa að bera sig saman við París og London. Hluta til var sko einkaaðilum bara gert að leysa vandan með því að vera með einkabíl. Og auðvitað í hinu fullkomna heimi þá vildi maður sjá góða þjónustu almenningssamgangna. Menn að tala borgarlínuverkefni sem svona strætókerfi en það hefur meira farið í umræðum það og þetta hefur gengið hægt heldur en að þá að bæta núverandi ástand því að strætó þó þeir hafi aðeins lagað sig núna á síðast ári þá að því miður búin að vera ákveðin hnignun í þjónustunni þar og til þess að laða nýja viðskiptavini að almenningssamgöngu þá verður að vera með svona nokkuð þétt og gott net þannig að fólk geti gengið í vísu að það þurfi ekki að bíða vonur viti eftir næsta vagni. Men þegar ég að alast upp byggum vestur í bæ maður var að sækja íþróttastarfin í Laugardal eða fór allan bæ bara í strætó og það var mjög greitt, það var 12 mínútur á milli vagna. Það er miklu lakari þjónusta í dag, byggðin þanist út og allt það en það verður þá einhvern veginn að mæta því og það er ekki bara hægt að segja að það er eitthvað að koma í framtíðinni sem verði rosalega gott. Nei. Þú þarft að vera með eitthvað sem býður þessu heima því annars er þetta bara svolítið að íta fólki út í að leita þeirra leiða sem það þurfa og sem dæmi þetta eins og við vitum ástandi sem hefur verið vistun barna á leikskólum unga fólki þegar loksins fær pláss þá það þarf að fara að hverfa á milli það þarf að fara úr Breiðholti yfir í Árbæ og ef þú ætlar að gera þetta í strætó eða þá í öllum öðrum þú veist á reiðhjóli það er bara eiginlega óvinnandi vegur og þá sko einhvern veginn eru menn líka farnir að gefa þessu mikilvæga þar segja samverustundum fjölskyldunar fingurina því að þetta bara eigur tafir og pirring og fólk er bara lengur frá vegna umferðarinnar. Já. Ég held að þeir sem að gefa kost á sér núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar þurfi að huga meira þessum málum, vonandi gerir fólk það. En við skulum ræða tvennt hérna að auki. Ég nefndi áðan í inngangnum daginn í gær. Ég var sjálfur á ferðalagi með ungmenni sem nýkomið með bílpróf. Já. Og við fórum hérna upp í Mosfellsbæ. Og þessi ungi bílstjóri hann vissi eiginlega ekkert hvernig hann ætti að keyra í þessum rákum sem að voru í Ártúnsbrekkunni og teygðu sig hérna víðar og átt hann að keyra í til dæmis hérna Bleitunni eða átt hann að leita upp úr hjólförunum upp á hrygginn. Já, og þá maður aðeins fann að taka af akrein næstu akrein. Engin kostur góður, við fundum fyrir hálku í Bleitunni
ástand gatna að verða verra og verra svona af því nú bara miður vetur? Já, við búum við það reynda núna að ástandið kannski skömminni skárra því að það hefur verið svo léttur og snjóléttur vetur. Já, þetta bara alltaf svona? Þetta með rásirnar sérstaklega áberandi og hefur því miður verið eitthvað hluta af okkar umhverfi og eitthvað sem okkur boðið upp á. Við hefum verið í áranna rás að benda á að það eitthvað aðvarandi framkvæmdir. Sko hönnun og gerð vega bara velþekkt verkfræðilegt fyrirbæri og við erum hérna með hámennta fólk sem hefur sótt menntun annar staðar. Í nágrannalöndum okkar líka í framhaldsnámi og svo framvegis og það ekki nóg að segja bara að þetta sé ykkur sérstakar aðstæður hér. Ég hef ekki töluvert Noregi, Svíþjóð og þar nota með nagladekk og þar eru til dæmis eins og leiðirnar út úr Oslo þó að við teljum okkur alltaf stærst og mest og best í heimi þá mun fleiri sem búa þar og akaðar heldur en aka þess vegna Ártúnsbrekkuna sem sannlega fyrir þingsti vegaspotti á Íslandi. Og þar minna vandamál með þessar rákir? Það er engin vandamál. Það er engin vandamál? Nei. Er þetta þá efnið sem við notum í? Þetta að hluta til, það var þetta viðurkennt núna fyrir nokkrum árum að við vorum að nota innlend malarefni í malbyggi til dæmis sem úr íslenskum námum sem við erum bara svo ung eyja að harkan í steinöldunum var ekki sem skildi og nú erum menn farnir í auknum mæli að flytja inn granít frá nágrannalöndum okkar sem eykur þá slitthol. Þetta spurning undirlagið, uppbygginguna því að það þarf að tryggja, þetta er ekki einfalt í sjálfu sér, það þarf að vera líka ákveði gegnum flæði af vatni og síðan þegar fristi þá hætta á að þetta geti sprungið. Þess vegna þarf þessi undirbyggingin að vera vönduð og góð og það byggir á því að nota rétt hlutföll af möl og sandi og svo framvegis og hérna og síðan kemur yfirlagið sem sérst malbyggið sem svo hérna höfuðborgarsvæðin svo erum við með þessi olíuslillu sumstaðar það sem minni umferðir sem vandamálið hafa verið blæðingar og hérna þá þarf það líka að vera ákveðinni þykkt og við höfum held ég of bæði hjá Reykjavíkurborg og hérna sveitafélagunum í þessu stóru sveitafélagum og hjá vegagerðinni of vera að spara á einhverjum þáttum í þessu og það kemur þetta niður á þessar uppbyggingu til lengri tíma og hérna sem dæmi hérna, það var nú reynda bara stuttu eftir bankahrunið, þá eru menni að klára ákveðna tvöföldun á köflum hann í Svínarhruninu þá tekin pólitíska ákvörðun það að efsta yfirlagið á framkvæmdina þegar þessu endilega lokið það ekki farið með tvöfalt malbyggslag, heldur bara einfalt þannig að þarna voru menna að eiginlega spara aura og henda krónum þegar upp á staðið því að þetta kalla á þvíumlíkt viðhald í kjölfarið ég man alltaf það var til þess tekið að það var kapli hérna í höfuðborginni í vestri bæ á hringbrautinni frá Suðurgötu og vestri Jánanöst sem var svona tilraunaverkefni þetta var alveg 3 sinnum dýrari vinna við yfirlögnina og vinnuna í kringu það endist margfalt lengur heldur en sambærileg slitlög hérna í næsta umhverfi og sé þess að það er oft verið að plástra þegar menn voru ennþá að greina að klára hringvegin að binda slitlagðar þá var boðin 7 kilometra kafli manni alltaf eins í Suðursveitinni það vantaði að klára 14 kilometra en þá var þetta árið boðið 7 og svo 3 ára seinna aðrir 7 og bara það að koma mannskap og tækjum og tólum fyrir þú hefði getað skverað þetta af fyrir margfalt minni pening kostaði aðeins meira það rekstrarárið og stundum held ég að þetta sé of mikið í þessum farvegi nú held ég að bera upp samgönguáætlun í dag þannig að við skulum sjá hvað gerist En hvað á
hérna ungmenni að gera þegar það lendir í þessum sko, þetta eru mjög hættulegar aðstæður og það þetta myndar svona í rákirnar sest vatn eins og í gær var mikið vatnsviður og það getur virkað eins og bara mjög alvarleg hálka því að bílar geta flotið upp við þessar aðstæður og bílinn getur orðið mikið til stjórnlaus og sérstaklega fyrir sko óharðnaða ökumenn sem eru að koma það tekur nokkur ár að ná svona meiri tengingu við yfirborð vegana og það bara þekkt og við erum með þessa bara 4 lóastóru fleti sem eru hjólbarðarnir sem tengjast veginum og þetta getur verið myndast þetta stórhættulegar aðstæður við það að það verður þarna mikil vatnsöfnun og það þessar rákir og svo eins og þú segir, svo fólk að hvar á ég að keyra á veginum á ég að fara upp á hrygginn eða á ég að vera niður í lægðinni og svo eins og kom í morgun sko, þá búið að vera þessi raki og svo kemur þessi svarta hálka sem er stórhættuleg og þá er það verra við þessar aðstæður líka og hérna sko, ég veit alveg að við búum ekki fullkomnum heimi en mér finnst sko einhvern veginn viðmið hér hjá okkur er það að við megum þakka fyrir það þurfi ekki að vera agum á gömlu hestastígunum þess að sé allt sem er betra en það sé gott það er bara ekki þannig við eigum betra skilið já og við sko ef við erum að tala sértekjur til uppbyggingar sko eini þátturinn í samgöngum á Íslandi sem borgar ríflega það sem kostnaðurinn af þeim þætti það er einkabíllinn af því að skatttekjurnar af einkabílnum eru langt umfram það sem hann nokkuð tíma slítur slysakostnaður, mengunarkostnaður við vitum það að það er ákveðin svona, kannski er það ákveðin samfélagslega sátt það að við erum ekki í rauninni að þó þetta eins og núna er að menn kynna kílómetragjaldi þá hvað er sagt, jú, þeir borga sem nota en stóru bílarnir og þungubílarnir, þeir eru alls ekki að borga neitt í samræmi með það sem að þeir nota og við höfum líka þá ekki sjálfsög lýst vonbrigði með það skulle vera 1 gjald fyrir alla bíla frá 0 og upp í 3,5 tonn ein röksendin er svo að það kannski fólk á landsbyggðinni þurfa að eiga stærri og þyngri bíla og þess að sé þetta ákveð sanngirnismál það geti alveg verið rök út af fyrir sig en ég sko svolítið hissaði þegar til að mynda fjármálaráðherra kemur fram og segir þetta hefur engin áhrif, það skiptir engum máli hvort bíl er 3,3 tonn eða 1200 kíló þetta er bara 101 í eðlisfræði, þetta er bara rangt hjá honum ég veit að hagfræðir eru hugvísindi en þetta er samt bara þetta er bara rangt, þetta er sko 1700 kíló bíl annars vegar og 3,2 tonna bíl hins vegar þessi 3,2 tonna hann slítur veginu 16 sinnum meira og þetta er bara svona En til að klára ráka umræðuna þá má þó ökumönnum segja til hróss í gær þegar aðstæður voru varasamar að menn voru bara að keyra frekar hægt og frekar rólega. Hægða sér í samræmi með aðstæður. Það er í sjálfu sér ekkert annað hægt að gera. Nei, það er þetta sem öllum er uppálagt í sjálfu sér en það getur allt, þú getur ekki stjórnað öllum sko en í sko til lengri tíma og við höfum viljað sjá þetta gerast á skemmri tíma þá á þetta bara ekkert að vera með þessum hætti. Sérstaklega í þessu þungu umferð sem er svona að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá þarf bara að tryggja það að veginni séu í lagi. Og eins og ég segi, við erum ekkert öðri sem nágrannar þjóður okkar og Norðmenn nota nagla, Svíar nota nagla. Þannig að það er ekki alltaf að segja bara þetta er bara nagladekkin. Það hefur áunnist verulega varandi það að fólk sem sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu er að draga úr naglanotkun en þetta getur líka skapað þannig aðstæður að það er ekkit annað en kannski naglar sem að hjálpa fólki og gerðu þá allavega umhverfið þannig að það sé öruggara og betra fyrir samgöngur sem eru þá minna skapa minna slit og þar með minna svifryk og svo framvegis sko. Þú nefndir kílómetragjaldið áðan og þunga ökutækja og við erum nú ekki góðu vön þegar kemur að olíufélögunum. Við þekkjum nú þá sögu að þar eru menn fljótir að hækka
prísana þegar hækkun út í heimi og mjög lengi að lækka þegar lækkun út í heimi og ég held að allir séu sammála það að það ríkir fákeppni á þessum markaði með skaðlegum afleiðingum fyrir okkur neytendur og við höfum svona borið ugg í brjósti með álagninguna núna eða breytingarnar í kjölfar þessa kílómetragjalds. Eru olíufélögin að standa sér núna sem skildi í því að hegða sinni verðmyndun í samræmi við það sem ætti að vera eftir breytingarnar áramótin? Stuttasvarið bara nei. Þannig að þau eru alls ekki að gera það. Þau eru okra okkur. Þau eru að hækka álagningu. Þau skiluðu skattinum eins og málið komast, en það var búið eins og menn væri búin að vera undirbúa sig þar á bæ. Það var verðlækkun á eldfélögum mörkuðum allan desembermánuð nánast og gengi íslensku krónu gagnvart Bandaríkjadal var hagfellt. Þannig að það var undirliggjandi, það var alveg rými fyrir verðlækkun. Svo kemur skattabreitingin áramótin og þau byrja að skila þessu en það voru smá svona æfingar fyrstu klukkutímana en þetta kom svona nokkurn veginn í samræmi við þær. Við erum að tala sko bara vörugjald á bensín, annars vegar hins vegar olíugjald. Þetta bara ákveðin upphæð og svo virðisaukaskatt sem leggst á það og svo reyndar hækka kolefnisgjald á móti, þannig að þessar krónur voru nokkurn veginn í samræmi við það. En lækkun á heimsmarkaði verður ekki að skila sér. Þannig að eins og við höfum bent á fyrsta halva mánuði núna á nýja ári, þá meðal álagningin hjá félögunum líklega svona einhvers staðar á bilinu 8-10 krónum umfram það sem var að meðaltali á síðasta ári. Hvað ertu að segja? Per lítra. Og ég hitti nú förnu vegi fyrir forstjóra olíufélags og hann sagði að menn verða að bæta sér upp það tap á fjármagnstekjum sem menn eru að fá yfir sig núna, því að áður voru menn að rukkin skattana og gáttu að setja á þeim peningum í nokkra vikur. Já. Sem áður var nú alltaf að tala að væri mikið helsi og skapaði þeim aukinn kostnað, en svo svona engin veit hvað áttuðu fyrir mistefur. En þetta þetta gríðalega alvarlegt og það einkennlega í stöðunni að það bandarískur auðhringur sem verðist vera eina fyrirtæki sem í eldsneytisölu á Íslandi sem að skila eðlilegum verðum til neytenda. Og nú Costco í Garðabæ. Og nú staðan svo að ódýrasta verðið hjá öðrum en Costco 15 krónum hærra heldur en hjá Costco á hvern lítra. Þannig að það munar 8,2% á ódýrasta verðinu hjá Orkunni sem auglýsi sig til margra ára alltaf ódýrastir heldur en hjá Costco. Og svo þetta erum við að tjá upp í 46 krónum mun sem að sumir á landsbyggðina hafi ekki aðgang á öðru en eldsneytislítra sem 46 krónum hærri heldur en lítrin fæst hjá Costco. Hefur reiknað það 80% hvað 46 krónu verðmun er mikið? Þetta, já, ég ekki alveg með það í kollunum, en það segir sér sjálft, þetta gríðarlega hátt hlutfall. Við erum komin í ykkur 25% eitthvað sko. 25% á okkur? Ja. Þannig að sjáum það að þessi stóru fyrirtæki sem eru á markaði Ólís sömu eigendur og að reka bónus og Hagkaup til dæmis N1 sömu eigendur og reka krónuna og þannig að þú veist Skeljungur sem núna komin tengdur Netto og Prís. Þannig að þetta orðið orðið svona keðjur með dagvöru fólks og eldsneyti fellur undir þetta og við sjáum líka að þessi þróun eiga sér stað eins og Costco gerir í rauninni þeir hafa tengingu við sín stórmarkað og þá ódýrara eldsneyti á svæðinu. N1 var einmitt að opna dælur við Krónuna og vestur á Granda. Þannig að þetta svona eitthvað sem við sáum gerast í nágrannalöndum okkar fyrir mörgum árum.
eitt sem alveg ljóst að við erum með allt og margar bensinstöðar með við höfðatölu og hvers vegna fækkar þeim ekki? Það með sér að svo vera að klippa félögin að hluta til úr snúrinu með því að gefa einn tækifæri á að fá okkur ofurverð fyrir lóðirnar sem svona önnur pólitík og málið sko þeim hefur ekki fækkað því að það hefur í þessar miklu álagningu þá þjónar það enn tilgangi að fá að kunna á vinsalan stað sko eða svona stað sem í alfara leið og þannig að það hefur ekki verið svo hvati sko þessi þróun byrjaði varandi fækkun eldsneytisstöðva og útsölustað svo kannski líka eins og Reykjavíkurborg setti þá stefnu að það ætti ekki að fjölga útsölustöðum og þá meiri sé ákveðin viðleitni sumra félagana til að fara í hagræðingu eins og til dæmis að setja kannski upp bara sjálfsagreiðslu dælur við einhvern stórmarkað það var ekki hægt það því að þá átti ekki að koma fleiri stöðvar sko þetta áttur bara að setja ekki geti gert það á lokið annar staðar og nú sko eins og við sjáum bara víða bæinn þá eru þetta byggingareitir sem það eina leiðin til að fækka stöðunum og fyrirtækin sjálf eru þá komin í þá stöðu annarkvort að selja frá sér byggingareitin eða standa sjálf í að byggja upp og ákveðin þéttnireitum en auðvitað þetta bara þetta eru lóðir sem að almenningur á í gegnum sveitarfélögin og svolítið skrítin pólitík sem að þarna hefur rekin. Geta samkeppnisyfirvöld ekkert gert í þessu? Ekki varandi þetta en samkeppnisyfirvöld hafa verið mjög vakandi því að reyna að fylgjast með álagningu og eins og þú nefndir þetta áðan að það bara liggja fyrir ítarlega rannsóknir samkeppniseftirlitsins á því að það er þessi hegðun að það virðist vera að það sé eins og fjöður sé að falla til jarðar er að verð lækkar á meðan þetta er eins og raketta upp er að verð hækkar. Hvað getum við neytendur gert? Við auðvitað eigum að reyna að beina viðskiptunum til þeirra sem bjóða besta verðið. Costco? Já, þeir sem að taki verið á höfuðborgarsvæðinu. Það myndi knýja hérna til þess að lækka og auka þrýsting á félögin að það sé verið að bjóða upp á betri verð. Við sjáum sem dæmi líka, þetta er líka svolítið í dagvörunni, þú sér sumstaðar í þessum minni plássum út á landi, þá er sama fyrirtæki með eitthvað annað merki á sinni verslunarkeðju sem að býður upp á vöruverð sem er kannski 50% hærra heldur en það sem er boðið best upp á í þéttbýlinu sko. Ég spilaði Matador jólin með börnunum mínum, elstu útgáfuna og það sem þú ert að lýsa sko, það er svolítið eins og bara aðilar hafi keypt allar göturnar og fyrirtækin og þeir bara eru með samráð ólöglegt eða ekki en og við erum bara dæmd til þess að fara hringinn og borga öllum sko. Já sko stóru vonbrigði núna áramótin að því að nú varð kerfisbreyting og það kom til þarna mikil lækkun á eldsneyti að enginn af þessum gömlu stóru sá tækifæri til þess að skerpa á samkeppninu og reyna þá með eðlilegum aðferðum að ná stærri hluta kökunni. Það er svo menn sér bara sáttir við það sem þeir fá tala ekki eða geta bara skamta sér auka krónur að því að gleymum því ekki, þetta er það mikið magn af eldsneyti sem fer á ökutækjaflota landsmanna að hver króna upp á vasa neytenda hún skilar sér sem sennilega hátt í 400 milljónir yfir árið þannig að það er eftir miklu að slægjast og einhver getur sagt þetta var sé ákveðin frystnivandi og við höfum líka bent á það ef að markaðanum er ekki treystandi til þess að skila eðlilegu vöruverði til neytenda í eðlilegri samkeppni þá verða stjórnvöld að grípa inn í og þá segja allir hvað viltu fá gömlu verðlagsstofnunina, ég er ekki að tala um það en við sjáum bara eins og í Danmörku þá var lagt mjög hart að fyrirtækjanum markaði fyrir 25 árum að það væri óeðli verðmyndun og greinlega einhver leiddi verðhækkanir og verðlækkanir og hinn er bara eld og við sjáum hérna þetta er nákvæmlega sama staðan að orkan er alltaf 10 aurum undir sko verðinu hjá OB og Atlansolíu og svo er enn eitt með eitthvað sem er líka með einhver ódýrari stöð og þetta er svona alltaf því bara hjákátlegt að horfa á þetta það virðist enginn hafa sjálfstæða verðmyndun það bara menn eldi eitthvað svo átti kemur undan Costco og ruggar bátnum og rugglar og má ekki gleyma því að Costco er bara að kaupa eldsneyti á marka af Skeljungi það er best ég veit í dag því að og öll fáðu
eldsneyti frá Noregi með sama skipinu væntanlega hver á einn að kaupa fyrir sig og getur fengið betri prísa en selur meira en akkur sérðu ekki tækifærin hann á markaðinu akkur reynur ekki aðeins að spenna bogan og fara í smá æfingar nei, menn fara bara í þetta gamla far og telja það boðlegt að bjóða sinni viðskiptavinum sem til dæmis orkan alltaf ódýrust 15 krónum yfir því sem besta verðið í næsta nágrenni. Þetta algjörlega siðlaust, þetta lýsir engri samfélagslegri ábyrgð, það engin virðing borin gagnvart íslenskum almenningi, gagnvart neytendum. Heldur þetta myndi skána ef við færum í alþjóðlega samkeppni og Íslandið gangi í ESB? Sko, nú spurning hvort að fyrirtæki hérna úti sjá sér hagið í að fara inn á örmarkað og stundum þar bara eitthvað regluverk til þess að hjálpa. Eins og ég nefndi á hann sko, það kaldhæðnislegt að það sé bandarískur auðhringur sem að býði besta veð á Íslandi. Mjög kaldhæðnislegt. Og fyrir eru þarna á markaði á fleti aðilar sem eru búin að vera í áraraðir í þessum bransa. Og og við sjáum líka núna hvernig orkuverð, raforkuverð og hitakostnaður og snar hækka allt innu. Og þetta gerist einhvern veginn á þess að nokkur viti af. Það bara Jú, þeir segja fyrirtækin að það aukinn mannfjöldi og þarf að huga að nýjum borholum eða uppbyggingu á raforkuverum. En ég hef ekki séð neina raunhafa tölur þetta. En heldur að eitthvað myndi breytast við eingöngu ESB? Varandi samkeppnina? Ég kannski að við fengjum betri aðgang að fjármagni og mögulega sko við þetta sem félag vorum á sín tíma og erum alltaf að líka að mónitora vátryggingarkostnað sem óheyrilega hár fyrir íslenska neytendur og við sjáum sko að bíleigendur í nágrannalöndum okkar að borga margfalt minna fyrir bílatryggingar og félöginni hafa verið að safna upp sjóðum og og bara greitur arður það sem við höfum síðan lent í að þetta á sín tíma þegar við fengum aðila af Lloydsmarkaði inn á íslenska markaðin þá einhvern veginn það myndaðist bara svona ákveðin samstaða með markaðinum á markaðin þeir sem voru hinum megin við borðið þetta var reyndar skal við kenna það að samkeppnislög hafa nú batnað síðan þannig að menn gátu bara sem voru að bjóða ykkur á vöru ákveðnu verð og voru nýbúnir að segja að það væri ekki hægt að bjóða betra vöruverð. Þeir hikuðu ekki við að lækka þegar nýr aðili komin á markaðinn. Þannig að þessi tilraun hún skilaði sér í miklum arði fyrir neytendur til skamstíma en þessi aðili þarna inn á Lloydsmarkaðinu sem við vorum í samskipti við hann einhvern veginn trúði ekki að menn myndu komast upp með þetta og neytendur myndu þá segja býtu, hingu ekki lengra, hvað það að gera? Nei, það var hringt í þig og þú varst að hugsa að kannski að færa bíliðinn þá sagði já ok, þá hækka allar aðra tryggingar en byrju varst ekki að segja í gæra þið verða að niðurgreiða bílatryggingarna með öðrum tryggingum nei, það er ekki alveg svo en sko, og svo bara var fólki eins og bara nánast eins og bara á lénstímanum, þú varst bara hjá þínum herrum og hélst áfram þar og þér var bara boðið upp á okkar annað verð og við sjáum þetta ennþá, fólk tregt til að jafnvel að leita tilboða hvilt alla að leita sér reglulega tilboða á vátryggingamarkaði því að það einu aðlarnir sem fá skaplegri verð það þeir sem eru að rugga bátnum og hinir sem eru góðir kúnnar í ár og áratugi þeir bara borga sín háu verð áfram. Þetta gott að benda á. Þakka þér kærlega fyrir spjallið Runólfur Ólafsson vonandi verður bara reglulega gestur hjá okkur, það veitir ég ef. Já, bara takk fyrir mig. Og áfram höldum við kæru hlustendur og áhorfendur ökum götuna áfram nýrkafli eftir andartak ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.